svo eitthvað Machine for Pigs og svo eitthvað Justine. Ég langar svolítið að sjá hvað þetta þegar ég búinn að prófa eitthvað svona klukkutíma að báðum hinum. Það ætlum að skoða hvað Justine Ég held að það hafi verið eitthvað aukapakki eða eitthvað djölinn fyrir leiknúmer hérna. Okay. Good of you to come. This time it will be a trial of character. Bear in mind, death is final. But you need to get going. Ég strax ekki að meika þetta. Maður. Ég held að þetta hafi verið svona aðeins meira hérna to the point sko frekar að ég bara byrjaði í númer 1 núna rétt á hann og þá var ég strax og sagði bara Jesus hvað ég nenni sem ég ekki maður. Já. Okay. Þetta verður held ég aðeins meira to the point. Death is final, söður. Okay. Hvernig gríp ég eftir hluti? R2 til að grípa. Locked firmly. Bienvenue. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. Jesus, maður. There are a few parts to the study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Keep going. Move into the next chamber. Just remember, they can all be saved. There is always a way. They can all be saved. Hvað? Sjá, notes, diaries, momentos, Ok. Svona. Hvernig tek ég upp helvítis lampan? Var ég ekki að pikka upp lanterna? Hvað? Ok, ég verður að læra hvernig hleyp ég. Sér. Þetta nú við. Eitthvað að koma? Eitthvað að frétta þarna. Ég veit ekkert hvað þetta hvað? Ok, hérna eitthvað, lampi. Það kom á hann, var ekki. Þarna. Ok, ekki setja að hreinja þetta niður. Nei. Við Larnum, það hérna maður, hvað? Ég að frétta Þetta er alveg hrottalega hátt hérna tónlistin sko, alltaf há Eitthvað hér, Hvað, get ég ekki pikkað upp eða?
Ok, við veitum að þessu. Myndum við. Já. Er ekki svo að því. Hefum þetta opið þannig að getum flýgðið inn. Þessi tónlist í þessum fokkin leik. Hvað er þetta? Shit, hvað er hátt maður? Ok, hérna var einhver að reyna að byggja sér í gegn eða hvað það er. Já. Hvað var þetta? Whoever you are, if you could help me, I would be much obliged. Help me! Please, help me! Við grunar að hann muni vera hakkaður hérna ef ég geri þetta sko. Svona giska á það. Býðum að svona. Hætt, jesús. Fokkin hljóð í þessum fokkin leik. Nei, 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 nei. Salutation, Inspector Marodov, Surrey National. As you very well know, the Chief of Police in Calais has turned down my request to pursue Justin Flaubert for stealing my son away. Ever since their affair started, my son has forsaken his duties to his family and failed to pursue his career. Since the law seemed unable to find a crime within the realm of Mademoiselle Justine's actions, Justine, I will ask you to receive Dr. Victor Fraunier later this week. He's a respectable alienist, an expert in the human psyche, and he believes he may have found a legal way to incarcerate her. If he's able to diagnose her as an hysteric, to provide you an ample excuse to have her locked up. I trust you and your agency will not turn us down. Já. Stealing my son away. Nei, hvað? Nei, 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 nei. Jesus Christ, maður. Hvað í fokkanum var þetta? Hvernig horf ég eftir? Hvað, eru fleiri eða hvað? Maður, sér ég hljóðin í þeim eða? Hvað lokaðist ekki aftur þeim eða? Læsa þessu. Can you hear me? It's not too late to set things right. Hvað? Okkaður. Djúvillega með maður, já. Þessi hljóð er svo fokkin hátt hjá mér. Með headphone hérna, eitthvað noise cancelling og það er bara... Biblía, he? Eitthvað undir hérna. Hvað er það? Ok. Ja. Hvað? Þeir komið hérna, ok, en ekki. Já, nú að geta tekið upp lamp.
bara núna ekki. Taktu bara svona. Ít á kassa, það gerst hann ekki raskat. Þannig við. Já. Justine, my love, I know I'm not as talented as Marlowe or as strong as Basile, but I'm certain my love is truer. Do not my scars tell you so? I will continue to cut myself as long as I pleases you. I will even kill Basile if you wish. I know you say you like it, but he's hurting you. I will trick him to consume the bromide. Poor Justine. I will help. Just ask me to help. Alois. Ok, svona aðeins að fá einhverja sögu hérna. Ok, maður sjá. Maður sjá. A new plan. Þarna sko Lucien Racine að senda þetta á Inspector Moreau. Justine stal, maður sjá. Stendur ekki. Steal my son away. Ever since their affair started... Já, ok, stealing my son away. Hún stalur bara hjarta hans eða eitthvað. Ever since their affair started, Alois, my son, has forsaken his duties to his family and failed to pursue his career. Ok, og þeir finna náttúrulega, það ekki glæpur með þetta. Ok, rescue receive Dr. Victor Fournier later this week. Og hann ætlar að reyna að fokka eitthvað í mér. Reyna að læsa mig upp inni. Svo þetta frá Alois sem sonurinn. I'm not so talented Marlowe or strong as Basile. Hann tilbúin að drepa Basile. I'll trick him into consuming eitthvað. Forgive me. Ok, eigum að kippa í þetta helvíti. Æ, Jesus. Sko, ok, ef ég gerir þetta, hann bara alltaf að vera að deyja. Please be reasonable. You don't have to do this. Hvað þetta? How did you escape? Hvað? Ok, þetta fast frá núna. Nei! Æi! Ok. Jesus, hvað? Sko, svo gæti ég enda að fara hérna niður, eða ekki? Nei, ok. Þá hefði ég þurft að gera þetta. Það nú bara svo það no. Ok. Hvað frétta er? Já, ok, ég er komin inn í einhver göng núna. Jesus Christ. Ok, Jesus. Er hann eitthvað að koma héðan, eða? Stóð ekki að vera ekkert eitthvað save í þessum leik. Það er bara að starta again eða þú deyð. Jesus. Ok. Ok. Já. Sé ekkert. Hvaða rugl er þetta? Ok. Ekki
ekki hingað og nú kemur eitthvað ok ég maður verður bara geðbillar að horfa á þetta sko ok við ekki hoppa með lægin skotin ok, nú er ég komin nýjan klefa ok að hlusta á þetta cylinder Jesus cylinder með fonograf þetta veitur á gott ok já skulum bara vera hér einhver staðar sem við getum fallið okkur sjá hvað erum við hér þetta er eitthvað djúsis eitur ekki rotta hvað villin þetta er ekkert creepy myndir Jesus Travesty at the conservatory. Many Parisians have gathered last night to enjoy the performance of violin virtuoso Milo Devine. It was to be the grand premiere of several new arrangements of song by fellow composer Georges Bizet. But the evening took an unexpected turn. Young Malo Devine turned up visibly intoxicated. Malo gaurinn sem hann talaði hinn að væri þarna sem við áttum að fara stóli hjartan af. Hann sagði I'm not as strong eða eitthvað djúvilin as Malo eða eitthvað. His violin cried as the bow was jerked across the string. The audience seemed forgiving at first but started to boo the man off stage as it defaced the beloved song La Rosa Libellula. The stress apparently got the best of the young musician as he threw his bow into the audience and finally collapsed. Mademoiselle Justine Flora Bell, who is according to rumors romantically involved with Monsignor Devine, looked quite amused by the event and had two of her friends, Basile Giraud and Alois Reichin, carry him off the stage. The evening was saved by other musicians at the conservatory, who was able to perform a most delightful impromptu concerto in Malo. Students showered their saviors with praise and calls for encore were awarded with spectacular pieces by both Offenbach and Chopin. Okay. Hér voru sérst allir að fara að horfa á Malo. Malo mætti Mölvaður og Basile og Giraud, Basile og Alois carried them off stage. Okay. Trúið við. Þetta eitthvað, kremur haus og annan. Þetta ekki kveikt á þessu. Congratulations for coming this far. I'm so excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa here. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please, go on. We are just getting started. Sko. Ok, skilum við hvað er að gerast. Einhver gælla er að tala við okkur, en hver er það? Er það? Ég er hugsanlega Justine. Ég er allan að kona. Það hljómar ekki vel.
Mér langar bara til að segja núna að þetta sko, eitt sem ég ekki gera nógu vel að ég ekki að fatta hvert ég get farið alltaf sko. The library. The gloomy space downstairs became a playground, a mysterious place for Justine to discover with her friends. Hvað að frétta við hann? Það sögur samt. Don't understand, my friend. Þetta svölsaga. Þetta fljónu. Það. Jesus Christ, maður. On this next piece, you should be looking for some divine inspiration. Time to delve into your spiritual side. What do you see? Is the man begging for mercy, or is he being blessed? Perhaps both. Father used to say there were no right answers. Have the light guide you. Have the light guide you. Jesus Christ. Slide hit, okay. Listen now. Results. The tests have been going well. The most long-term and in a sense the most promising one is the light box. Having Justine choose a slide, essentially a mood for every day, is a great way to see the larger overall development of her mind. She definitely reads things into the slides I had not foreseen. Her remarkable imagination turns the characters into just about anything, and she is able to effortlessly reduce all her experiences into one of the 4 character slides. Using the puzzle lock has proven more difficult as she tends to always choose 2 slides with characters facing the same way. I have asked her why this is, but she doesn't seem to fully understand what I'm asking. Hvað að gerast? Ég fer alveg að stoppa þetta sko. Jesus Christ. Tinderbox, Robert. Nú ég bara að vera með þetta, eða ekki? Ná, slide. Það fara alltaf, það er alltaf þessi leikur og þá fara alltaf að koma einhverja helvítis, það fara alltaf að koma helvítis kakkalakka þegar maður orðinn eitthvað. Ég veist ekki þetta. Who are you? Who's there? You'll burn for this. You'll burn for this. Ok. Þetta var gaurinn sem við drápum það ekki. Þetta er einhver veisla. Soul Journal Entries Justine age 8. Today I played outside with Clarice. We saw a bird pick at a snail. It carried it off and landed on the lawn fence. The snail had a shell and cracked. Clarice cried and I comforted her. The new maid heard us and came out and scolded Claire for playing with me. The bird took off into the air. Today I was the one with open arms. Age 9. Today I played with the slides from Father's light box. Above all I like the man standing to the right. Father asked why. I said, he sees things he likes. Today I was the right one. Today I was the one with open arms. Father said I picked the wrong slide yesterday when I made the chambermaid cry. He wanted me to pick the one with a sword while I picked the man on the right. I never picked the one with a sword. Today I was the one kneeling. Today Father came for me in my room. I still couldn't look him in the eyes.
He said I shouldn't feel ashamed and that I only tried to fill the void left my mother. When he wasn't looking, I took the Starstone from his collection. Today I was the one with the sword. Sword, kneeling, right one. Right one, okay. The right one. He sees things he liked, okay. Man standing to the right. Ætli þetta sé hint. Today I was the right one. Þessi rétti. Hann samt ánægður þegar hann velur ekki. Nei, faðir vill að ég velji hennar með the sword. Æ, Jesus maður. Get ég séð þessar slides eða hvað? Sjá. Hérna. Hvað hljóð þetta alltaf? Get ég ekki inspect eða eitthvað? Nei. Fuck þér. Þegiðu þá. Þú var ánægður með þetta. Okay. Eitthvað. Tinderbags. Þessi fucking hljóð. Slide 4. Slide 3. Ekkert note eða eitthvað. Nei. Ég vil segja hverju. Sjá. Rebot. Og núna mun ég fara út og það mun eitthvað fucking gerast. Sjá. Voru ekki gaurar hana? Jú, ok. Þessi fucking leikur, sko. Ógeðslegu hljóði í þessum ógeðslega leik. The slides. The right one, ok. Hvern ættum við að gera? Byrja á. Mér lukkar ekkert að gera þetta. Við skoðum aftur nótana. Today I was the one with open arms. Today I was the right one. And it isn't above all I like the man standing to the right. Það rest why I said he sees things he likes. I never picked the one with the sword. Today I was the one kneeling. Today, Today father came for me in my room. I still couldn't look him in the eyes. He said I shouldn't feel ashamed and that I only tried to fill the void when he wasn't looking at the... Prófum þetta. Let's do it. The one... ég veit ekkert hvað hvað. Fuck. Nokkuð. Jesus. The one with open arms. Eitthvað að gera svona? Nei. Ok, og næstu. 2. The one... Sá hann eitthvað hvað er þetta? The one eitthvað standing on the right eða? The one kneeling. Ok. Og að lokum. Sko
Sko, ég fæ bara gæsahúð og svona kortes fresti þegar ég heyri eitthvað eins og að sé eitthvað fokkin verið bak við mig. Það er ógeðslega hljóðið í þessum leik. Ok, veistu á ég að gera þetta í röðinni eða? Ég að sína nótana, nei ekki eitthvað. Prófum það. 1, open arms. Æ, nú er ég búin að gleyma hver slæta er. Ok, byrjum á one with open arms. Hvað? Open arms. Næst. Hvað er þetta? Maður. Open arms, the right one. Sword, ok. Er þetta ekki maður með sword eða? Nei. Right one, ok. Arms, right, kneeling, sword. Þessi lítur að vera sword. Þetta er 2. Nei. 4. Standing to the right. Þetta var arms. Wide open. Arms. Enda á sword. Þannig að endar á 2. Byrjar á 1. Hvað er þetta? Arms. 3. Right. Nei. Arms. Ég er svo óþolinmóður í svona. Ok, þessi næst kemur 2. Nei, þetta endar á 2. 1 4 3 1 4 1 4 2 3. Nei. 1 4 2. Oh god. 1 4 3 2. Please tell me it's true, sko. Hvað? Ok. Hvað er þetta gott í dag? Jesus Christ.